Klukkan orðin rúmlega 4. Það föstudagurinn 3. febrúar. Guðmund góður, hvað ránaður þessi janúar mánuður sé búinn. 5 mánudagar janúar. 5 mánudagar, við fengum Blue Monday og FN95 blöður hafið göngu sína og við erum með fullan bát í dag. Og ég ætla að byrja manni sem var lengi vel fyrirlið þáttarins. Nefndin ætlar að hittast á sunnudaginn á panikfundi. Er það búin að missa bandið? Það ekki búið að ákveða. Það setja á steið, hann veikur svo 10 dagar hverju einsta mánuði. Já, sko, reyndar ég með frábæra mætingu. Steindi búin að vera með mjög góð mætingu upp á síkast. Nei, það mæti veikur sko. Já, reyndar mætir ekki veikur. Hann var heima á þessi þegar hann var veikur. Já, ég með 1 veikin þetta. Það að því að ég var, það vita allir hvernig staðan var þar sko. Já, þú varst fárveikur. Það var influensan meets COVID. Var þetta ekki tvöfald eitthvað? Maðurinn sem aldrei verið veikur hefur orðið, ég heldur sér búin að missa út svona 34 þætti sem þú sagðir þetta. Þetta bandið á hann? Nei, nefndin hittist á sunnudaginn. Ég ætla ekki að segja neitt. En það engin fyrirlið í dag, þannig að ég ætla bara að byrja þér. Egill Einarsson, Tenefari, hvernig ertu? Velkomin heim. Ég frábær, takk kærlega. Við hefum ekki rætt, herru. Jú, við tókum við blökkastuna aðeins. Já, aðeins, en þú veist, við höfum ekkert rætt samt almennilega tenni, sko. Það samt sko að mjög fyndið því að oftast ég spurði mér þess að þú varst nýkomin heim, ekki að þú vilja vera lengur af því þú varst svolítið lengi að núti. Já. En svona með veðrið síðustu daga, þá held ég að þú var alveg til að vera þarna ennþá, ekki? Já, sko, ég hljóp inn í sporthúsið í gær. Ég renn blotnaði í fætunum. Ég var renn. Þetta fara á skórnum og setja á opn. Bara eins og 10 ára. Já, bara eins og ég hafa smákrakki sko. Álurðu við þessu. Varstu með sokkana líka? Já, bara, veist, ég var með auka sokka í töskunni að bjargaði mér. Sko bílastæðið sporthúsinu núna er bara svo á. Já, það er bara allstar. Það er allstar. Og ekki þetta skána því að ég opnaði vísið rétt að þátturinn byrjaði. Stormur víða í dag og næsta læð kemur á sunnudag. Hvaða viðbjöð að við skulum búa ár eftir ár. Fyrir viku síðan, nákvæmlega viku síðan satt ég upp á staðanum mínum hann á tenni. Sko, nú veit ég að hvað ekki talað um, 20% þjóðurinn að fara til tenni á einu árið eitthvað. Ég menn 8 manns sko í hverju mánuði líklega. 20%? Jó, það er ásperiod alveg örugglega meira þessu. Hvað uppáhaldsstaðurinn þinn á tenni? Það er staður hérna á Del Duque ströndinni sem er á Costa Adeque. Del Duque ströndinni? Já, þetta eru menn dýpi í þessu maður. It's Chinese to me. Já, sko, sem er hérna á Adeque sem er fyrir ofan Amerísku og það er svona inn í klettunum og út basically á the ocean. Hefur við Steindi farið á hann? Já, þetta er það sem fórum í háttegis. Já, þetta er svona leitlöndstað. Hvað heitir hann aftur? La Torre del Mirador. Já. Og þú veist, og þannig satt ég sísta föstudag. Vissi að því félaginu var að taka, ég var að mæti í vinnuna föstudaginn eftir og bara satt þarna bara Ocean View, Red Wine, 25 gráður en þú veist, en nú viku setna. Það var fínt að makki út í það. Ég vissi aldrei, þurfti aldrei að pæla neitt. Ég vissi aldrei hvað ég var. Ég fekk bara skýrslu. Ég glenn náttúrulega bara farastjóru þegar maður Já, ég var bara hvert á ég að fara hvað er ég að vera. Það fekk bara einhvern stað og ég fór bara í leigubíl og við fórum þangað. Það er með þess eitt sem ég held að ég og Egill um hvoruðu sagt þér. Ég veit ekki hvort Egill segir það því að þú veist þetta næstur ferðust. Tímaplanið þitt var hálftíma seinna en tímaplanið mitt, vissir það? Ef það var mæting á þennan stað 1:30 þá var það 1 hjá þér. Þetta snett passaði samt. Nei, mál er ég tímalögur í útlöndum sko. Þess vegna var ég ekki alltaf undan ykkur. Nei, þú er aldrei verið mættur undan með neitt. Nei, svo er ég með Matthildi sko. Það er ekki þetta. Já, því að við erum ekki með neinn börn. Nei, jú, þú veist svolítið við fórum síðast. Við þurfum að fara aftur. Matthildur var þægileg núna síðast ekki. Það kom þögna. Ég get lofa að reynu. Matteo er ekki þægilegri. Já, jú, þau eru ekki þægilegri. Hann er rugglaður. Það er bara, ég fyrir bara svona, af því hann er rugglaður. Þetta er ekki eitthvað svona að reyna að vera að fyndin eitthvað svona, hann er alveg klikkaður eitthvað, hann er rugglaður. Já, hann er svona líku þér, meðan að þetta er svolítið sem mamma sín. Já, sko, fyrir náttúrulega, hann er líka mér í útliti og þetta er alveg sem mamma sín. Já, það er að versta, hann hefði mátt að hefðu mömmu sinnar, en ekki minnar. Þannig að það er hans að stríða okkur, en þú líður skrítið, það lítur nákvæmlega sem þú ert tiny little baby og er krefjandi og haga sér eins. Þú veist, það er ástæðan fyrir, þetta er annað batja okkur öllum sem er svona, sko. Þannig að þú veist, það er meira stuð í því, sko, það er meira. Þetta klikkur tilvíður. Já, það er meira krefjandi. Já, ég meina, þú veist, það er ástæðan fyrir að fólk eignast fleiri börn, sko. Það er svo fínt, sko. Ef Árni hefði verið með tvista, var ekki fræðilegur í helvitið farið í number 2. Nei, það er ástæðan fyrir að krakkir er alltaf svona. Bissa ennin á mér, negativ. Eitt barn.
En veistu hvað, mér finnst þetta samt skemmtilegt, nú er ég að vera heiðalög með af því að þú veist, það verður að vera ykkur líf í drökkum. Þú elskar líka að vera þú elskar að mausast og vesenast. Já. Það er your shit. Já, þú vilt að krakkin helli niður og skíti í sig og ég og blöð er henni ekki alveg ég nenni kannski ekki alveg að hella niður og skíti í sig á sama tíma sko, en þú veist, allt í lagi. En veit þið hvað er samt einhvern veginn vest í þessu líka? Ég fór að hugsa, ég ætla einhvern veginn að ræða þetta við ykkur í blökkastinni, ræði þetta aldrei við ykkur að versta í þessu ok, segjum að því að við höfum ofta rætt bara lítur það illa út ef þú ferð á einhvern veitingastæði svo við búum í Fossvoginum, við getum lappað á grillhúsið, Sprengisand sem veistla en svo daginn, þá löpum við bara með strákan í snjóþótum illa kósið, þeim finnst gaman í snjóþótum löpum á grillhúsið og pöntum matanda þeim og ég Rakel fengum okkur Sigurd bjórin ekki á bíl eða neitt og svo, við bara að lappa tilbaka það, og í fyrsta lagi, þá hefur ég rætt að við ykkur þau vilja meina að sé árið 2023 þannig að fólki sé drullu saman og þú sett með bjór og börnin sem ég ekki vissum ég meni guð, segðu þessu lið að hoppa upp í nei, ég er ekkert að ræða við ef einhver er að horfa á þig hvað er þið að fá sér bjór með börnin já, ég meina sko og hvað ætlar að gera í því? Það er allt í lagi, við hefum oft gert þetta farið í göngutúr og svo fyrir að borða og fáum okkur eitt bjór það er mikill munur, það er rosa munur að færa 1-2 bjóra í matnum eða sko að þú var að fá jagerstaup á borð. Já, hvað við erum ekki King Richie er mikið jagerstaup. Já, ég meina þú Rikki kemst kannski að upp með það en sko en ekkert allir, en málega þú veist en ef þú ert ekki stóra veitingastað og kemur bara einhver með eina frosna jager og fara að hella upp í því, þá er það illa síð sko. Já, auðvitað. Það var bara eins og stefn ykkur púlparti í veka sko. Ég held að sé meira bara, þú veist, þú getur ekki að lappa frá borðinu Já, það myndir náttúrulega aldrei gerast og með 2 börn, þá er fólk bara ok, hvað er að fetta en að fá sér a couple of beers með the kids, það er ekkert að Nei, við fengjum okkur 2 max þegar við kíkjum að það Þú veit ekki slefandi Aldrei, en eina sem að ég hugsaði veistu hvað, gerir þetta verra þetta lítur svo miklu verra út þegar þú ert með kolruglaðan krakka þá er basically bara, ok, uppeldið er svona það er bara mamma og pappi í bjór og krakkin hérna kolvillur Það er góða punktur Það er það vondís Já Því uppeldið á þetta er nákvæmlega eins og Matteo hinn er bara rugglaður einhvern veginn að eðlisfari Sama, nákvæmlega eins og okkur öllu sko Árið er meira en ég Antichrist Þannig þá lítur þetta verra út Þess að ég sagði við Rakel daginn bara, ef við ekki bara koma okkur annars lítur þetta bara svo ræðil út Við séum bara hérna drekkandi bjór og krakkin er kolvillur slöpað út allt Ég skammaði þig fyrir þetta daginn af því að við vorum að tala um þetta mannstu og ég gerði það Ég hætti að hugsa um hvað öðru finnst Ég er hættur þessu sko, þú veist eins og ef ég fer í Kringluna, Smáralind eða er á veitingastað eitthvað svona og krakkandi fá okkur frekjukast þá leifir það bara Já, bara, sko, tóttir mig tveggjara fyrir leggst í gólfið og er brjáluð og þá er ég bara, heyrðu, viltu gjöra svo að standa upp og ég nenni ekki að vera, ég er ekki að hlaup út úr staðanum sko. En hversu miklu verri hefði það litið út hún í þessu frekjukasti og þú heldur á einu köldum Ég hefði kannski lagt hann frá mér Já, er það ekki? Það er sem er Það er haldið á landabrúsa í Smáralind og krakkinni verið spillandi og það er ekki þetta að hlaupa bara alltaf út í bílum leið og einhver krakki fæ kast sko. Það verður bara að vera bara, heyrðu, ætlað þú bara að vera hérna ætlað þú bara að láta svona þú veist, maður það bara stundur líka aðeins að vera bara með aga Ég tek eftir þetta pappi þau fáu skipti sem Teddy er af því að hann er geggjað sko hann er ljúfur Já, menn hinn er en þegar Teddy er óþólandi Er hann uppáhaldsbarnið þetta? eins og stann í dag, en það getur breyst það breytist okkar maður eftir að flettu sér þætti upp eftir ykkur 10 ár og láta það heyra Matteo getur verið hún upp alls á morgun Matteo fara þetta sent eftir 10 ár sko. Hann hefur þetta áður nú þá bara, ef að Matteo ætlar að senda mig þetta eftir 10 ár, þá getur bara sagt hún hvernig hann lét og ástæðan að þetta var upp alls í dag þetta breytist Við þurfum að láta grillingana hittast allir the Antichrist, 3 saman það er okkur rosalega og fara með þau í Kringluna sko Þetta er alveg crazy. En herðu, Egill, góður Steindi, þú ert væntanlega fín líka. Já, bara geggjað. Komið nýjan lífstíl, sagður okkur í morgun þegar ég vaknaði. Nýja lífstílinn er rosalega. Þessi nýja lífstíl henda mér ekki, því það er ekkert verið en að vakna. Ég vaknaði sko 20 mínútur yfir 7, þá voru 67 messages á F9 blöðgrúpunni. Ég bara höfði, hvað? Hvenær byrjaði þetta tjátt að ég fór seint að sofa? Við vorum að spjalla við Egill. Málið er að sko að ég verið heiðarlegur, þetta hefur ekki gerst oft hjá mér sko. En yfirleitt er ég sofna þegar að svæfa sem er mjög algengt, en þá vakna ég kannski eftir klukkutíma. Já. Og fer bara fram og bara klukkan er bara 10 eða 9, bara kvöld er ennþá kvöld. Í gær þá sofnaði ég 9:30 og ég vaknaði bara
rétt fyrir 6. Þetta er bara Sam og Egil gera á hverjum degi. Já, þetta er bara basically lífstíllinn hans Egils og fyrsta sem ég hugsaði var bara anskotin, hvað ég var svo leiður yfir hvernig kvöldi fór. Listur á kvöldinu. Já, bara anskotin, ég get að tekið tóð þætti, ég get að vera að geima, ég get að gera hvað sem ég er bara svona full út í sjálf af mig hvað ég sofnaði snemma og svo fer ég fram og náttúrulega allir sofandi og ég hugsaði bara, já, ok, og opnaði tölvu og fekk mig kaffi og bara svo fattaði ég bara, shit, hvað þetta er nice. Ég var bara eitt frammi með kaffi, ekkert vesen, opnaði tölvu, byrjaði þess að vinna, vissi að ég ætla að vera auðvitað löngu vaknaði, sko, hann vaknaði 4. Ég bara, ertu hér gamlega? Hann bara, já, heyrðu, lífstíllinn maður, þetta er bara helviti næs. Ég hugsa bara okkur í anskotanum með steindarsendum með skilum og það var miklu líklega að hann var ennþá vakandi. Já, eða vaknaði fyrir að míga, það er í síman og aftur og svo, nei, hann bara vaknaði. Já, og þetta. En lagður þið ekkert eftir þetta? Nei, þú varst ekki off the grid. Svaf í 7 tíma. Já, ok, en sofnaði ekkert annað milli 9 og 11 eða eitthvað? Ég svaf í 7 klukkutíma blöð. Þetta er the beauty of Ég er yfirleitt vanur að sofa miklu minna, sko. Þessi tímamótnaðar sem bara farið kaffi, ekkert áriti, allt Íslandi sofandi, þú vinnur á 20-földum hraða og sko það er the beauty of þetta að vakna snemma, en síðan alltaf þú ert gamer, þetta funkar ekki vel með the gaming lifestyle. Ég er alltaf að sjá eitthvað svona motivational quotes, eitthvað early bird gets the worm og eitthvað svona kjaftaði. Já, það verður að fara að snemma svo, þetta virkar ekki að senda svo og vakna snemma. Ég nenni ekki að svæfa strákan og fara að sofa, þá ég var ekkert líf. Ég er alltaf að sofa undan. Já, en málið er að þú veist. Mér finnst samt sko, ég til dæmis eins og maður, ég vinn betur á kvöldin, finnst mér sko. Ég er ofta, þegar ég opna tölvu þegar allir eru að sofa og eða þú veist sofa þegar krakkarnir sofnar og svona, þá næ ég að drita vel út og ég hef alltaf gert það bara í síðustu 15 ár sko. Já, maður fær eiginlega bestu hugmyndin sinna rétt árum að sofna sko, eða þegar maður er að keyra í bíl. Já, en kannski er þetta núna. Og æfingu. En kannski er þetta akkurat svona tímamót sem er að það sé að breytast yfir að ég verði bara svona A-maður sko. Þú sofnar einu sinni með dóttiðinni, ég get alveg lofað því, þú ert ekki að fara að vera A-maður, þú myndir aldrei verða A-maður. Þetta var í kósi einhvern veginn. Þú myndir kannski verða A-maður en ekki A-maður. Ef ég næður að chatti alltaf kl. 6 á mótana og blöð vatnar og 65 unread messages. Ég skildi ekki hvað er í gangi, af því ég var fann að sofa bara að verða 1 og þá var ekkert spjall í gangi og þá vitum náttúrulega ég mun að sofa til 5 tíma. Ég er bara svona, hvernig gerðist það? Og við komum að tala. Ég er bara, er eiginlega hverju randi að þú ert að skrolla vel upp til að ná það er byrjunni. ekkert leðilega eins og maður er í bíó eða eitthvað svona chatgrúp byrjar maður bara svona, Jesus bara hlið, bara hvað er að gera? Þetta var skemmtilegt chat, við vorum með alls konar skemmtilega pæling undirbúa þáttinn sem er geggjaður, vonandi við erum allavega í gír og já, svona sem að ber hæst í dag er að Tvíhöfði mætir hér á eftir Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson. Já, ég er að huge fan okkar langbestu menn. Þetta er sko, ég hef alltaf sagt að Tvíhöfði er upp á útvarpsþátturinn minn allra tíma og Jón Gnarr er held ég að finnast maður Íslands frá upp líka Sigurjón er ekkert eðlilega að finna líka, þau eru báðið eðlilega að finna. Þeir björgu lífum mun í IKEA. Ég hefði ekki verið að vinna í IKEA þessi ár 5+ ef nema þeir eru verið. Já, ég hef oft rætt að annars ég lent í kulnun. Mestar hrós sem ég fengið er þegar maður heyrir að þetta sé að gera FNÍFN blöð sé að gera sama fyrir vinnandi fólk og Tvíhöfði var að gera fyrir okkur. Það er besta hrós sem ég fannst. Steita daginn. Það fær ekki verið að peppa það. Ég man bara eftir þegar ég var úlingu til dæmis, þá voru allir með kannski, þú veist, það var allir alltaf með upp á vegg, endalust, hljómsveitir, þetta. Ég er með Tvíhöfða. Ég er með myndir af tveimur mönnum upp á yngri en ég og blöð sko. Já, ég náttúrulega var rosa Tvíhöfðamaður sko. En varstu það bara í sundskilunni með headphone-in að segja fólki að... Já, varstu með það á bakkanum með? Sundskilunni? Nei, ég er að tala um bara því ég var í 7. bekk. Já, þú er svona rosa ungur. Já, ég náttúrulega, sko, ég horfið á bara, hegðun náttúrulega framkoma, limb og allt þetta dót. Já, en sko, ég hitti þá fyrir dag en við komum betur inn á það hér á eftir spurðingkeppni Gilsfjárans, er hún á sínu staðið það? Rétt. Hvað eru að vinna með? Þegar ég vaknaði morgun og var ekki búin að ákveða hvað það var. Hvað ertu alltaf búin að ákveða með einhverju fyrirvara? Eiginlega, já. Já, og hvað vinna þetta í marga klukkutíma? Já, samt alltaf sem við spurðum. Það er alveg að vinna því, sko. Nei, það er ekki viljið. Ég er að segja þér, nú er ég með King of January. Og er það með áður eða? Nei, en ég er með svipakonst áður sem hefur heitið King of Darkness sem hefur verið oft í lok janúar og hefur farið yfir svona King of Darkness, þannig að þetta er svona semi-tengt því út af janúar er alltaf myrkur og ógeð. En svo núna, ef þið lítið bara út í gluggan, er þetta á einhverjum öðrum stað í Evrópu svona núna? Kannski Grænlandi og Síberíu mögulega í Rússlandi.
Þetta er sko, hvað er að frétta hérna þróttaramerkinu? Við erum ekki talað um það í svona 1,5 ár. Ég sé ekki þróttaramerkinu. Það er grár snjór úti. Þessi grár, svona mengunarsnjórin, hann það er eimd í honum sko. Já, ég veit ekki hvað að gera. Þetta er eimd í honum. Hvað er að gera þetta? Nú fæ ég sent á Instagram frá einni píu sem er alltaf brjáluð, hún býr erlendis og hún verður í alvörinu reið fyrir að rakka niður á bóu Íslandi sko. Langar að koma aftur. Fórum við ekki ekkert að niður þessa pælingu? Ef allt Ísland myndi fá sama boðið, myndi öll vilja færa ykkur. Já, ég væri til að færum öll. Já, öll í einu. Við færum bara alla yfir á einhver á þessum eigimann og kannir. Mér það ekki endilega að tjena, bara einhver að þeim. En ég held reyndar að börnin okkar verði í toppmálum hérna sko. Okkur í ánskotan. Bara þá verður Ísland mjög eftir svo örglega, eða ekki? Já, því að of hlýtt alls það Global warming sem búið að redda þig. Hvað segirðu? Global warming þarf að fara að pick the shit up. Nei, þá er það búið Það er allir að græða þínum að við sko. Það voru kaldar og verra viður hér. Já, við fengum rokið. Svo það er sturglaða staðreyndir líka og byrju hvað, hendur í eitthvað Steindi? Já, ég er með alls konar þetta, bara hvað viltu? Já, ok, þannig að það er nóg í boði sko. Já, þannig að þó að sé En byrju stráðar, það er náttúrulega eitt stórt í gangi hérna sko. Hvað? Það er náttúrulega alnafni. Já, og þú tókst þá. Ég gleymi klefunum kannski er það viljandi skildu. Já, elskar alnafn sko. Auðvitað tók þátt sko. Já, tók ég þátt. Þið heyrið þetta eftir Þetta er það og Steindi Ég átti bestu annarnarsýndurum minn hingað til. Hann hefur unnið edduvelun fyrir leik sem er magnað og hrósa honum fyrir það. En þegar hann er að leika lítið barn og konu í þessum lið, það er bara versta sem ég heyrst. Ég er ekki grínst. Mér finnst ég hafa geti gert það betur. Mér finnst ég hafa bætt mig mikið með Smára litla. Fólk heyrið það hér eftir, þannig að það er klefi líka. En það styttist í Super Bowl. Hann er ekki núna á sunnudaginn, hann er eftir viku. Og það var einhver, ég man ekki hvað ég var að spyrja mig, hvað lag kemur í gýrin og ég vona að Rihanna taki þetta lag á sunnudaginn eftir viku því að þetta finnst mér þetta er eiginlega það lag sem kemur mest í gýrin. Þegar ég var clubbing hérna gamla dag þá gat ég ekki dansa þegar þetta var í gangi og þetta heitir Only Girl. Já, það ættu flestir að vera konir í gýrin núna. Rihanna, jöfull, er þetta gott lag? Já, hún er geggjuð. Pitbull á ekki eitt svona gott lag. Mín allra uppáhalds söngkona. Pitbull á ekkert lag sem á róði þetta lag. Pitbull á endar 40 ekkert aðlega góða lög. Við skulum ekki fara að setja Pitbull á þetta level sko. Þetta er betra lag. Fireball, hefur þetta? Fireball er viðbjóður. Þetta lag er Timber er ágætt. Það er rosalega sko. Hvað heit áttu lagið með Jennifer Lopez? On the Dance Floor, það er þetta gott. Já, líka rosalega sko. J-Lo from the Blocks er besta lagi. En er ekki Pitbull En hefur eitt Don't Stop the Party. Nei, var ekki Pitbull Ég geti haldið á hún með allar það sko. Hvaða lag var náttúrulega með? Var ekki með þetta Get Me That Fish eða eitthvað? Nei, það er skútir. Já. How much is the fish? How much is the fish? Get me that fish. Pitbull. En hvernig er ekki eins og Chris Rock með orða, er ekki Pitbull eins og a cracker, he needs a hit right now? Já, ég meina hann sko, ég held að sé svolítið hann er búin að vera highly successful í svona einhverjum business, hann svona að nettsverja hann er ekki lengur að gefa út lög sko. Já, en er hann að túra á eitthvað? Getur maður að fara á tónleika með Pitbull? Já, þú veist, það er á Því ég skal viðurkenna, þó ég rakka hann niður í nokkur ár, ég myndi mæta það er bökullistanum mínum, í bloggastunni að fara á gig með Pitbull, þannig að ég vona að það sé ekki hættur að túra. Nei. Við förum ekki til Miami félagarnir og förum á Pitbull og heldur það í okkur, við erum svolítið eðlilegir. Getur ekki farið eitthvað stýttra, þarfum við að fara alltaf til Bandaríkjanna. Já, 9 tíma flug. Hvert vil þið fara? Nei, ég veit ekki. Fyrir aldrei til Svíþjóðar eitthvað? Jú, það er gaman í Miami sko. En verður googla, er hann á túr? Nei, hann er ekki túr. Nei, sko Pitbull Tour. Já, en við hlýtur að vera. Jú, 2023 tickets. Hvað, er ekki eitthvað í græntinni hérna? Pitbull Atlantic City. Nei. Nei, veit ég. Lastu þetta? Nei, það getur ekki verið. Jú, ok, hann er komið þangað. Hann er með aukaleikur og nú er 10. mars, Hard Rock, Atlantic City. Mother Sko, þetta lítur að vera annarkvæmt eitthvað mistök. Nei. Þetta er ekki góð auðlýsingur okkar mann. Eða Atlantic City að rífa sér vel í ganga. En hvenær er þetta, séru? 10. mars. 10. mars? Það er bara eftir mánuð. En veitu að því að sko það var nú eitthvað verið að ræða spilafíklaferð. Já, ég fer aldrei aftur til Atlantic City. Hann er í Las Vegas, Honolulu, Tampa,
hann er ekki bara í, veist, hann er alvöru. Hann er bara á kasinónum Jesus, þetta er döitt. Hann er komið þangað kallinn. Já, þetta er døtt. Hörðu, en hann átti Það er greinlega brjála að gera í hann. Þannig að gigga 10., 11., 12., 18., 20., 14. Hann er að gigga öll kvöld. Hann er með sama sjó, hann er með kvöldsjó. Þetta er bara eins og Hann er í Vegas 7. maí og það stendur með rauðstöðum This event is selling fast. Þannig við erum að drífa okkur á það koncept sko. Það stendur alltaf. En hvað stendur á AC? Það stendur ekki This event is selling fast. Nei, það ætti að vera This event is selling slow. Extremely slow. Because nobody is there. Setja það ekki sko. Það er rosalega hann sem komin í AC Já, greiði kallinn. Ég er sendt þetta daginn Það er að sæna minn sko. Hann er að plana aðra ferð sko. Hvað hljómsveit sett hann inn? Bush. Ég hef aldrei heyrt þetta. Ég hef aldrei heyrt lög svo Glycerine og Aldrei Calm Down og Aldrei Hefur aldrei heyrt Gavin Ross til? Aldrei Bush? Ég sverða Ég hef aldrei Settu Glycerine. Settu bara eitthvað Það er eitthvað rugg Hljómsveitin Bush Hafið aldrei heyrt Bush? sko, Þetta er örgulega annarkvort þetta bara á króknum Eða ég er bara Ég vil lofa sko því að það er Ég myndi að segja það er allir að hlusta núna og spyrja hvort þessu bara rugglaður. Hefur þú einhvern tímann heyrt þetta? Sko ég ætla ekki Ég ætla að vara í Kópavogi sko. Ok, til dæmis, ég ætla að setja á hérna Swallowed. Hafið aldrei heyrt þetta hérna lag? Swallowed? Ég lofa að ég verð hreinskilinn Bara aldrei Þetta ringir engum björn Hefur aldrei heyrt þetta lag? Settu Glycerine. Já, þegar við pottit heyrt Glycerine. Og ég vona það þín vegna Þetta er orðið vandræðilegt Hefur ekki heyrt þetta hérna lag? Ég sverða Ég hef ekki heyrt hitt lag Ég skal fara hans inn í hérna, maður sjá. Glycerine er svona kóksaðan Ég lítið fyrir svona rúnda og reyður eða ekki. Hlust, þetta Skin I'm sinking Ég heyr ekki lagið Must be for real. Hvað er það að spóla í viðlagið? Nei, til það It's not my time. Ég bara sverða Ég hef ekki heyrt þetta En ég er Það gefur smá sens. Glycerine. Já. Nú kemur hérna. En það er ekki að marka við Hlusta I'll never forget where you're at. Hefur aldrei heyrt þetta? Nei, ég sverða Þetta er vilja Bara, þú veist, þetta er ekkert Glycerine Jesus, hvað er að En gerast? málega þetta var bara ekki þið shit Þegar á mínum tíma í Mosó Og ég Ok, ég vona að hlustendur sér að tengja meina við mig heldur en ykkur núna. Egil, þú þekki Bush? Ég þekki þetta lag og þetta er svona að spila núna þetta. Ég er ekki rugglaður. Það hefur fullt af fólki heyrt þetta Ég er örgulega And come down, I don't wanna come back down from this cloud. Átti Húki menn þegar var hann að selja AC grúpu hann á Facebook. Já. Hann átti frekar að setja Pitbullinn. Nei, þetta var And nafnilega, Bush. þetta var sjensinans að því að sko Cuz, Bush-fan, Blö, Bush-fan, Buster, Bush-fan. Þetta var síðasta stráið bara hefur strákat, Bush er að spila í AC og menn svo Sverri Bergmann er Bush Og menn fór ekki inn. Nei, það var allir bara, já, flott. Þá er þetta búið. Þá er þetta dött. AC er dautt. Mál er að emo rockið rataði helviti lítið í Mosó Allavega mínum tíma sko Það er ekki bara rapper Bara þín og kynnslóð bara. Já, það var rock og rap Þú veist, Þetta var alltaf að kalla handboltarokk, ég fílaði það aldrei. Þetta er sko málega, þú varst að hlusta auðvitað var Deftones og allt þetta, þú varst að hlusta á rockið, korn og svona, eða varst að hlusta á rappið eða bæði og svona, jú, þetta kom Offspring og svona hlutirinn, en þetta Bush, þeir bara dött ekki í Mosó, ekki á mínu tíma sko. Okkar maður Frank var ekki Edition í Tampa Já. Ok, þetta þegar Pitbull er með þetta gig laugardaginn 18. mars í Tampa sem hótelið það sem við erum ekki að græja okkur free hotel 18. mars er ég í O2 Stadium að horfa á Gunnar Nels labbinn ok, það er því miður Pitbull er ekki að fara við erum búin að bladra svo mikið um Pitbull og ég komst eða ekkert í slúður þetta er þetta fyrsti slúðupakkin er eitthvað svona bara þetta hefði komið og óvart fyrir 20 árum Ozzy Osbourne er hættur á tónleikaferðalagi ég bara vissi ekki hvað það er um túr Ég er ekki að grínast, ég horfði á þættunum fjölskyldunans svona 2000 hann var ekki ástandið þá til þess að bara túra en hann er núna nýhættur að því hann er búin að vera veikur kallinn Ég vil nenn að menna að gegga á túra Þetta er rosalegt, hann vil meina röddins í lægin hann er að glímaði Parkinson sjúkdóm og datt illa fyrir 4 árum þessi meðslega tekið sér upp aftur núna Góða fréttir samt að hann sé live and kicking bara já, þú veist, að því að eins og þú segir þegar maður horfði á Osbourne, svo veist þegar það var 20 árum, þá var maður bara svona þessi gauri getur ekkert farið upp á svið og haldið tónleika Nei, því að hann var alveg slæmið þá sko Núna er hann retired Já, svo ef við fyrir rætti yfir þetta þá er verið að lofsama DiCaprio fyrir að nenn að djamma og veist, ég var með svona umræðu þarna Jesus
Hann er 47 ára gamall og Drew Barrymore og Sam Smith voru að ræða hann í spjallrætti Drew Barrymore þar sem þau voru að tala hversu svalt það væri að hann væri ennþá að bad boy að djamma á klubbum og snekkjum og eitthvað, he still got it. Ok, tökum the flip side ef það væri ekki DiCaprio og einhver annar 47 ára bara, veist, ég veit ekki hver þá er þetta ekki töff. Málega, nú ætla ég að segja þetta því að hann er uppáhaldsleikarinn minn í dýrkan. He likes to party. Mér finnst hann bara að vera besti leikarinn, þú veist, og þá er ég að tala að leika hlutverk, en mér finnst hann bara mjög sorglegur fyrir utan setti, sko. Þetta er orðið bara glata, sko, hvað ætlar það 50 á okkur snekkjum og djamma klubbum með fullt af yngra fólki. Nei, ég set ekkert út á snekkjuna. Ef þú ert að snekkju, Machine Head var að byrja hérna. rosalegt með buss. Kannski vill það bara party til að hún vera 60 og svo fer hún að gristlingar þetta upp. Já, en sko ég var einmitt að hugsa, það er ekkert að snekkjunum og eitthvað svona. En að vera á klubbunum 50, nei ég veit ekki, en maður orðin eitthvað leðilegur og dómarður. Það er vantalega fínu klubbum með flöskuborð, ég held að sé það er ekki eins og að sé það hverja helgi. Nei, við skulum ekki vera of dómarir að segja sig eitthvað aðstæðlegt að vera á klubbunum. Hann er ekki að dansskóla og klúpa sem er laga mann, hei, líf og mynd. Nei, segjum að það sé allt í lagi ef hann sé að klúpast mikið. Ok, ég ætla að gefa hann það. En að vera að hanga með eins og að virðist vera fyrir hjá okkur, virðist vera að hann sé að hanga alltaf bara með ykkur tvítugliði. Það er bara orðið sorglegt, sko. Þú veist, auðvita. Finnst þér það ekki? Með þessum orðum Steinda ætlum við að fara í auðlýsingar. Er ég eitthvað því eða? Nei, en þú veist, er þetta ekki svo bara do you maður? Jú, feskur og í góðum gýr og ég er ekki eins og grína, sko. Jú, ég meina, þetta er það bara ég sýnist með að geta leiðast mikið allan. Nei, við erum nú rætt þetta áður, ég held að hún sé fokk saman hvernig fertuðu gaur og FM 957 á Íslandi $100 og snekkjum með kameran. Hann er bara gaman að flaska þessu upp og segja ungu krökkunum ykkur og sögur. Það er bara, hann gerir það bara. Heldur að síðan að segja bara það meina. Nei, ég meina, hvað samtal á hann við einhvern hópa mikið yngra, þú veist, 20 fólki, hvernig, þú veist, þau eru að fara útskýringu frá öllu sem hann segir, sko. Er það þannig þá, þegar ef við færum á, hvað heitir þetta, átó eða eitthvað þetta niður í bæ? Já. Og værið þú þá bara útskýra allt fyrir liðinu sem er þar? Nei, ég sé bara tvítu í krakka sem eru að skemmtist. Ég var að flöskum á daginn, ég útskýri ekki neitt. Hann er alltaf með mig yngra fólki, þú veist, virðist vera, skilur. Það þýðir ekki bara að sé hangandi bara með eitthvað fólki sem er nýbúið að klára fjölbreyt. Nei, það verður gaman að sjá blöðranir í bæ að vera að tala bara, heyrðu, já, hvað, festið þú vextina eða hvað gerðið þú í húsnæðisdæminu og þú veist að fólk væri bara rángeitt að horfa á þau, sko. Þetta er ekki alveg saman pakki, sko. Þetta er ekki bara hvaða staða ég var að taka næst. Hvað segir, hvernig finnst þér þú fyrir með krakkana en alltaf út að borða og færðir eitt kaldan og þú myndir horfa, títuðu krakkana að horfa bara á þig vera rángið? Það er munur á mér og DiCaprio, ég er búin að sætta mig við þessi verðin old piece of shit. Heldur mig þá að þetta sé vinsælasta lag í heimi í dag. Miley Cyrus með lagið Flowers. Þetta er ekki að lesa yfir mínu manni. Ekki Liam Hemsworth að fá lestur. Þú ekki meina að Liam Hemsworth var í bónusbróðurinn? Sagði það ekki alltaf? Því miður er hann það, sko. Ég elskar hann samt, sko, hann er frábær. Er það þinn maður? Já, báðir Hemsworth-bræðarnir eru frábærir og ég elska að báða út á lífinu, sko. En akkur það lesi yfir honum hann á. Í hverju var hann aftur? Hann var í Hunger Games en sko hann líka þetta myndband hennar hann er bara ekki tór því miður, sko. Nei, maður alltaf að heyra meira því sko. að hún er ekki bara komið út á afmælinu hans og eitthvað svona, hún er í kjólnum sem að okkar besta sem að leikur á mótunum í Hunger Games var í á frumsýningu með hún vil meina semst að þau hefði sofið saman hvað heitir hún Jennifer Lawrence að þau hefði hann hefði haldið framhjá sem Jennifer Lawrence þannig að kjólinn sem hún er í þegar hún var lappið brekkun og dansa er sami kjóll og sami hárgreiðsla og Jennifer Lawrence var með þegar hún var á frumsýningu á Hunger Games með fyrirhandi manninn þetta er svo dítelað það er rosalegt en ég ger mælið að hún er töffari ég fíla hann í tællur sko það er styttist í Tvíhöfða og Klefa og fleira en við ætlum að við heldum aldrei farið að snemma í þennan lið Egill er búin að vera á tenni í rúma 2 vikur og ætlar í spurningakeppni Gilsarans hér núna klukkan 20 mínútur í 5 sko. Gaman að rótir þessu sveimið það, við höfum að gera það oftar Sviss á liðum og fleira smá svona update með þetta sko við vorum með King of Darkness við höfum verið með það áður og það var 11. október 2018 og Blöð tók það það er ekki góð titill taka svo tók
Stoney, King of the Darkness 15. janúar 2021 það er svona mis svart yfir hjá okkur 1-1 þar okay. 1-1 nema 28. janúar 2022 Litla bóka Hvað er í gangi? þar var 4-4 í King of Darkness þannig að þeir eru báðir með 1 sigur og svo X Þannig ef þetta væri verið að stuðla þetta þá er þetta 1.80 Já, þetta er ekkert eðlilega spennandi spáðum það síði, sko, báðum með 1 sigur En þetta er King of Januar Já, sko, King of Janúar og hvað er Janúar? Janúar er basically bara darkness og ógeð Þetta er mjög Er það ekki? Já, þetta er mjög spennandi. Þú veit ekki að skýta í því samt eða Nei, út að veipa þetta inni, þú vonar ekki seg Steindi, þú veist að má ekki veipa þetta Það var þetta Ég ætla ekki að klaga það samt. Það búin að því, vart að því Það er ekki svona, þú veist, er eitthvað svona reikskinn, jú, það er enda reikskinn eða eitthvað þannig, það er bara, það er aldrei farið í gang. Vaskua, herru, og hvað ertu með? Marga spurningar? Máli, ég er með, vanlega með 7-8 spurningar, það eru 11 í dag. Já, styttið aðeins Ég veit að það er svolítið margar, en málega út af því ég er búin að vera í fríi, þú veist að, hörru, ég fæ kannski að hafa hana að tætt langa, út af ég er búin að vera í vacation. Það ekki, Jú. Þannig að hérna, best að byrja þetta bara svo, út af því ég fara að reka eftir, en náttúrulega eftir 5 spurningar, þá eru 11 eftir, þannig að Þetta eftir ef þú ert búið með 5 og þetta eru 11 spurningar Ég fyrir ekki 6, 11 tótal Ég er með lág agendaðastölu Ég vinn á F957, þetta er miður Fekstu Sunshine í janúar? Nei, það held ég ekki Nei, Ekki 1 dag Nei, ég held að það hafi ekki komið eitt svona maður bara að þakka fyrir byrtu Já, ég fekk 16 daga af Sunshine Já, menn erst þú í þessari keppni það? Nei, ég Nei. bara sé Ertu með bókald yfir allt? Móla inn Taldiru sóladagar? Já, mannst ekki, hann var í blökastinu hérna, nýjástætið hans að ná, hvað var það? 100 dögum á Sunshine árun Ég er að haka í Og hann heldur að verði 40 á Íslandi Sko, hverjum degi sinna Sunshine og haka í skali Nú er 16/100 og ég er teðingir inn þannig þarf eiginlega að bóka mútið 2-3 dagar í smá Sunshine eitthvað helgina Þá missur við bandið Nei, ég get alveg að missa þætti kannski fara á föstudagskvöldið eða lögadagsmorgnið Þetta byrjar ágætlega 16 dagar, við hendur alltaf leið Hefur þú tekið janúar blöð eða janúar steinda þar svo drekkur ekki dropa áfengi í janúar Já, tekið það 3 svar Það er rosalega Gæti þetta að vera að skoða það aftur Steindi, þú ert náttúrulega raging alcoholic og þú einhvern veginn tekið það Nei, þú setur nú aldrei tapan í það Mér veist, janúar heldur ekki endilega vera góða mánuður í það Ég held að februar veri betri sko. Já, þeir eru styttri Nei, bara janúar, þar er ennþá Fólk er að taka edruar, sko Já, það eru öll þorrablótin og bara bylust stemning í janúar Hvað er ruglið í ykkur? Já, Það er ekkert að gerast í februar Þorrablótin, er það bara ég eða eru allir á Íslandi fannar að hendi í þorrablót eins og þetta bara þorrablót Kópás og Garðabæðar þorrablóts IR, þorrablóts allir með þorrablót Já, við erum að skemmta á nokkur Þetta er geggja koncept Já, ég elska þetta sko Fólk skal smíða fyllir Við vorum að þorrablóti á framundaginn og þvílík stemming Þorrablót F95 blöð Allir hlusta með að koma Akkur ekki Það er bara frábært koncept Það verður þorrablóti F95 blöð á næstari Ef þú hlustar að bóti koma Það getur alveg fyllir Herðu, hérna, nei hjá mér Ég er komin yfir Já, ég er bara aldrei eiginlega pakkuð saman Ég aldrei sé ástæði bara til að þurfa eitthvað að gíra mig svona niður Ég er nú ekki svona rosalegur í þessu eins og því Nei, það er bara engin pikkað í því Lentur eitthvað í því í janúar að hára þér fauk út allt og varst að hlaupa út í bíl Já Nei, byrju núna í janúar Já Nei, þetta var minn versta martröð á sínum tíma Rólegur alltaf að fara að ná okkur stíði Hann hendi jáið Já, alveg hefi kassu Ég held að það er bara gerst einhvern tíma Nei Því að janúar þessi mánuður, þetta var mín versta martröð þegar að byrja að þinnast sko. Já, út af því að, ef maður ekki bara með hatt eða eitthvað Nei, ég var svo lengi að greiða þannig að sæjist ekki að vera að missa það Þannig að svo kom svona viður I was fucked Það var svolítið þannig sko En Steindi, þú er alveg með þykkt fallet hár og það er svona Já, ég er líka með mikið hár núna sko Akkur að safna Ég var bara út af tökku tengdu en það er búið þannig að ég er að spá Ég veit ekki, ég er að spá hvort ég er að safna áfram eða ekki sko Herru, spáðu því bara heima Varstu eitthvað í Versace í janúar eða bara í boxer eins og en almenni gómur? Boxer Já, ekki Versace, við minn aldrei eiga Já, Mér langar smá að eiga Einar svona Versace eiga Já, þú veist að því að við erum bara að tala svo mikið Þó eigi konustindi Það mátt alveg vera sexy líka, það er ekkert að því Það er því meiri Það er bara meiri kröfur á það maður verður nú stundur sexy heima þessi En Það er bara Versace Já, sko, það er alveg rétt en ég er bara spá, sko, ég veit ekki hvað ég myndi fá þeir sko. Ertu að segja að Steindi sé orðin too comfortable? Já, þú veist Nei, Hann er til að skoða að fara í Versace maður má ekki bara vera upp í sofa með snakk í naflanum sko. Nei, ég bara er ekki Versace í nærbuxnagur En byrju er ekki Versace, er ekki líka með Geti ekki keitt bara skyrtu eða eitthvað? Jú, ég er að meina Máli, ég þytum aldrei gæjandaginn í Versace Já, Rúrik Nei,
ekki Rúrik. Okay. Það er amazing shit. Kom bara huggulegur drengur, vinnur í bláa lónunu, svona Bob Evans myndalugur og Ivar Sashi. Ég er bara hörðu til að, jú það er ánægð með það. Sagður til hamingju. Já, ég er bara, þetta er greinlega catching on. Þetta er Sashi concept. Það er ekki catching on hjá okkur. En það getur verið að við... Það er þetta 1-1. Ef þú tekur þetta eftir ár, ertu ekki árlegt eða? Darknessin? Jú, þetta er basically við vilt maður þegar það er dimmt og ógæslegt. Já, verður með sömu spurningu og sjá hvort við séum búin að fjárfesta í Þetta er í skjali, ég menn alltaf, veist, ég er með þessar spurningar, sko. Treystu mér, ég veit að þú heldur undan um þetta. Fóstu eitthvað út í luxuspottiðin í janúar og fegst þeirra beer? Já, ekki luxuspott. Og fegst þeirra beer. Já. Þetta er öryggur punktur. Sko, svona lífgar upp á janúar þendi. Það er út í luxuspottiðin, kannski með hlusta á tónlist eða eitthvað podcast, farið þeirra beer. Ég er þetta með húu og bara er að berjast við vindinn, en jú, það kom ekki úlingar hlaupandi framhjá eða eitthvað með eitthvað vesinn. Nei, það hefur gæst, Já, það er ekki þarna fannst það. Ekki akkurat núna. Það er geggja, þú veist, að það er janúar, það er ógeð, ok, ég ætla að ná mér í bjór, ég ætla út í pottin. Já, Steindi er komin yfir. Almenni gómur getur það ekki, ég lofaði því, sko. Ég held að það sé bara fullt af fólki sem hefur fengið sér pott, sko. 2-1 fyrir Steinda. Skelltur þér eitthvað á baki í janúar? Jesús. Við bara svörum, við erum hættir að svara. Já, ég er hættur að svara þessu. Það fáum hvorið bara stig. Þetta er samlýspurning. Já, það er bara, við getum ekki staðið því að svara svona. Það er bara ekki, það er bara punktur og koran. Það er bara hvorið og punktur. Ég er bara já og farið punkt og... Já, sko... Þú veist ekki um það. Það er bara slægt svona spurningum og fengið ykkur punkta og... Já, ok, þið neitið að svara. Ég hef ekki tími að töðu ykkur, það er margar spurningar. Þannig að ég fer beint í næstu. Lífgar eitthvað upp á daginn hjá your followers og postaði myndaði byrjum og ofan á grammiði, Jan? Nei. Ég gerir fóð lítið af því. Já, þetta er, nú er að hugsa um aðra en ykkur. En svo Rúrik til dæmis, hann veit að í janúar, ógeðsluðu mánuður, leiðustöllum. Hann setti rosalega mynda sem byrjum ofan úr í janúar. Sáðu það? Já, það er líka bara hans vinna. Þetta er bara rífur úr, tekur mynd, post. Steinda þarf að gera það í master. Já, ég var að spá ég að taka svona mynd, þú veist, því að hann var á hótelherbyggi. Þannig að þú veist, þau fyrir til London á Gunna, ég myndi taka eina svona speiklamynd og vera að bera ofan, sko. Gerðu það bara. Já, rólegur. Ég var að pæla í því. Hefur hann á lífga vel upp á janúar með að hella hans í því í spilakassa á sunnudegi? Já, við gerum það en við Steindi. Og fengur rosa kennslu. Helvít á þetta að vera rosalega keppni. Þetta er kallega lífgu upp á drefleðilegan Jan. Já, við gerum það. Við vorum hérna, við splittum gínu, fengum okkur Guinness. Góð saga sem þú komst með, hvernig þú vinnur pottin hana og fyrir það sem áhuga að heyra það ekki hlusta á síðan þátt af blöggkastunum, hvernig þú vinnur pottin hana í þessum spilakastum. Við komum með alvöru skýrslu frá þessu kvöldi í blöggkastunum. Mér fyndi það, sem fekk ég símtalfæðinu mestara sem ég var að tala um, og hann sagði sko, vinur hans vann einmitt pottin þegar var í 14M, hann smellpassaði það sem sögurinn þú sagði, þetta væri með 13 og 17 þannig. Og það var bara hann, það var bara að spila, allt bara hætti kassinu, svo hann hefði bara frosið eitthvað. 14M. Já, rosalegt. Þú þarft ekki að fá 5 appar sem Nei, það var ekki að gera neitt sko, bara hann vann. Þetta fólk er elda mandarinnar, en þetta er bara basically að vera réttur maður. Ég hef ekki hugmynd. Þú eru ekki að koma við í Ölver aftur og tekka á þig? Ég er að passa mig á kassaheiminu. Var vinnuðin ekki að vinna þann pott? Nei, back in the days, bara... það er söguna, þetta er ekki rétt þetta er ekki starf milli hann að 12-13 til 17 hann er löngu farin þessi pott þegar janúar ógið þessum verst huggar þau þá við að þú ert að hot shit shit Nei, ég hef aldrei hugsað það og hvað þá hugga mig við það ekki, þú hugsar aldrei bara Nei, þú þarft ekki eitthvað og ef þú segir jáblöð þá tutt það Ég vil ekki ljúa Ég hef aldrei hugsað mig sem einhvern hot shit það er bara staðfest Það er svo ert samt sko Þakkaði fyrir það, fallega sagt Ertu orðið 9 og breytt manneski eftir janúar og fann að sofa 20-30 og vatna 6 á mótana Já Það fær ekki stið fyrir það, hann sopnaði við að svæfa Það glemdu hugmyndin Ný lífstillina sko Ef hann gerir þetta 30 eru það skulle köpa En málega er ég komið við núna 1/360 Nei, 350 og eitthvað fætti Ég bara var að byrja Hvað eru margir dagar í árunni? Jú, ekki mínusar samt til 3. februar Það er ekki verið leiðilegur Ég veit að þetta er ekki svo þuttur að heyra en Steindi Junior er king of January Já, 3-1 Það er bara þannig 1 punkt Já, en það herru, ég hata janúar og ég vill ekkert vera kongur í janúar Svo viljum við í auglýsingar og svo er það tvíhöði Það held ég fyrir að hlusta hér á FM 95 blöð Á FM 957 Við erum ekki í beinni útsendingu núna Því að ég er komin með, já ég fyrir svo langt að segja bara 2 af mínum uppáhalds hér í stúdíóið Það er tvíhöði minn, Jón Gnarr og Sigurjón Kjartansson Verið velkomnir Já, takk Já, það er erfitt að koma í beina út af heiðinni, Sigurjón
Þetta var ræðilegt. Já, þú varst heil lengi að komast bara inn yfir. Já, það hægist svo umferðinni, sko. Já. Og maður sér ekki neitt nema bara aftur ljósina á næsta bíl. Er þetta ókostunum við að búa á Selfossi? Getur verið það, já. Það er svolítið. Mér var nefnilega sagt, sko, áður en ég flutt á Selfoss, að það væri eiginlega aldrei snjór á Selfossi og þetta væri allt miklu betra einhvern veginn og menn var að veikla þetta meira fyrir sig kannski. Já, svona Flórida Íslands. Nei, svo nefnilega bara strax eftir að ég flutti þá var hvert metið slegið á fætur öðrum í að þau eru ekki elstu menn mun ekki annað eins á snjó eitthvað svona, sko. Einmitt. Það hefur alltaf verið, sko, þegar ég hef farið einhvers staðar þá hafa verið sögulega vond veður. Ef ég hef ákveðið að fara eitthvað út á land í sumarfrí, fara með svo austur, langaði svo að sjá austfyrirna og þá bara er það aðalfréttin, bara sögulegi kuldar á Austurlandi, aldrei verið svona vond veður. Hvaða lag sögstu þegar Sigurjón var á heiðinni? Ég söng hérna Sigurjón á heiðinni vilstefur af leið hitti mann á leiðinni. Já, hérna virkilega gott. Sem þú söngst þetta, við lúrum að býða eftir honum. Já. En sko, ég ætla bara að því að ég hefði vilja fá okkur í Blöðkast og spjalla lengur við ykkur en því að það er alltaf meira tempo FM, þið þekkið þetta. Jú, við þekkjum þetta. Þá ætla ég bara beint í málmálana. Komum með podcast, hlaðvarp, drengir. Velkomnir í tal. Já, takk fyrir það. Hann sem að Blöðkast er nú líka og fleiri. Já, er ekki gaman að vera þarna? Þetta er snilt. En sko, veistu hvað ég átta með á? Senst að fólk er að spyrja hérna, sko, já, því höfðu komin aftur í útvarpið og eru þið hérna þessar útvarpsstöðu, hinni útvarpsstöðu? Nei, við erum hérna á tal, hvað er það? Tal, það er hérna gamla símafyrirtækið. Það er undir sín, hvað er það? Þetta er þetta fyrirtækið sem horfður á box í gamla og FM, já þú veist, þetta er svo mörg orð og bara segja, herru, við erum komin með podcast og finnur það bara undir, googlaði bara tvíðu. Já, einmitt. Þá kemur þetta allt saman, sko. Já. Nei, þetta er rosa gaman. Já, og þetta er bara fengur fyrir okkur tvíhuga aðdáendur. Já. Bara aðeinslega, en sko, svo var ég að heyra þið verðið með, það verður þáttur einu sinni viku, ekki? Af hlaðarpi. En svo verðið á 2 vikna fresti á X-inu með útvarpsþátt. Já. Þá er stefnan að reyna að vera svolítið live, líka fara að þessi höggva í þann gamla knjörun, sko. Já, geta hort hérna yfir Suðurlandsbrautina og nota Suðurlandsbrautina dálítið mikið í beinni, sko. Það er mikið að vera hérna á Suðurlandsbrautinu. Já, þá get ég farið út, stoppa fólk og sagt hérna, nú ert þú bara svona maðurinn á götunni og hérna, og bara, hvað segirðu, hvað er í gangi hérna? Já, tengjast aðeins bara fólkinu á götunni. Já, hverju ertu á Suðurlandsbraut? Akkur er Suðurlandsbraut? Akkur ekki hérna Sæbraut? Var erfitt að finna bílastæði? Já, nákvæmlega. Eitthvað svona, sko? Já. Þetta er sko, það er bara æsku minning hjá mér, náttúrulega eins og þið vitið, þá ringdi ég nú reglulega og komið gjafi til eitthvað þegar ég var að vinna í Vúrt. Já, þú varst og allar minningar. Góður við okkur. Þetta bara bjargaði fyrir mér vinnudeginum. Og þá varstu nú alltaf fyrir utan gamla mokkahúsið að rölda þar hérna niður í bæ og tala við Robocop. Já, það var voða gaman að hafa Ingólfstorg fyrir fram að sig, sko. Já. Eftirlitsmyndavél, eina eftirlitsmyndavél nú í Íslandi, hékk hérna utan á. Já. Og það var greinilegt að sko gæjarnir sem voru að stýra eftirlitsmyndavélinni, þeir voru hlust á tvíhuga. Þannig að eftirlitsmyndavélin fylgdi mér alltaf. Já, og þú varst í mynd. Við fengum sönnun í beinni. Þeir sem sagt eftirlitsmyndavélin hreyfði sig þegar við báðum hann að hreyfa sig. Já. Hvernig finnst ykkur þetta ennþá ég gaman? Nei. Þetta er ekki. Við höfum ekki gaman að mörgu lengur. Nei. Og ég held að þetta er sennilega meira gaman heldur en var í gamla daga, sko. Já, mér voru þarna þreyttið, sko, það er svo margt sem mér langar að spyrja okkur, þeir stila bara að fá okkur í heilt podcast það, voru þarna pirraðir, var það á hvorum öðrum eða voru þið bara konið með leið á? Nei, sko, það var ekki beint, sko, þú veist, þegar þú ert bara, nú ert þú eitthvað yngri en við, er það ekki? Við fættur 87. 8-10, beldi, 12 árum yngri en ég, sko. Já. Þannig að, þá, sko, það er ákveðið tímabil þegar maður er eitthvað svona milli 30 og 40, sko,
þá maður svona, þetta allt öðruvísi, það önnur gildi sko. Já. Og hérna gildi, sko. þá þetta bara orðin vinna eitthvað svona bröðstreitt og eitthvað og við vorum dálítið saumaðir við hvort annan á þessum tímapunkti sko. Mitt og hérna en ég meina, þú veist, þá þetta bara eitthvað svoleið sko. Svona vinnustæðarígur sem gætt komið upp. Maður þekki alveg sjálfur, maður þálega mikið í kringum bæði Sveppa og Steinda Já. Þetta verður svona pínus og hjónaband bara Þetta er svona klaustrofóbist. Það er nú marga góða sögur af ykkur félagunum sko. Edda og Svenna Edda og Svenna og hérna það var nú oft svona sko, það var oft styrt á milli ykkar Nei, það var samt sko hættulega svo við Sveppi vorum náttúrulega bara saman á okkur einasta degi í eitthvað 10 ár en svo voru konundun okkur svo góða vinkonur við vorum basically að vinna saman skemmta saman helgar og byrjaði að fara saman í frí þá var þetta orðið svolítið þá sprakk þetta sko ímynda með það sko þá var þetta orðið gott þannig að þú veist, ég man alveg eftir ykkur sko að eitthvað að kvarta undan hverjum öðrum og ég kannaðist mjög vel við þetta sko litlu hlutin byrja að fara allt inn á töðum og kannast mjög I've been there, done that og eitthvað svona skilur en í dag erum við bara hérna vinir af því að við kjósum að vera það sko. Eru þið bestu vinir? Já. Það er svona þannig Þau eru besti vinnum minn í öllum heiminum segja það saman Jón okay, sko. og við erum kannski meira en það við erum bara bræður sko. tengjum við það ég ætla að henda ykkur í 2 kannski liði ekki kynbræður nei en bræður from another mother sko, eins og sagt eins og maður nota óspart in the hood sko, ég ætla að fá því 2 liðið með ykkur annar heitir hvor ykkar og hinn heitir þekkið ekki ég ætla að byrja á hvor ykkar og þá þetta 3 spurningar sem þið svarið bara svona í sammenningu fyrsta hvor ykkar erfiðari í umgengni sko þarf ég ekki að taka einn bara fyrir hópinn hann hefur nú skánað mjög mikið ekki spurning það gætt stundum tekið alveg á en ég svona dillur sko alls konar dillur og hérna og svona reyna líka sko ég hef lagt mikla áherslu á ég hef lagt mikla vinnu, ég reyna að vera prinsipmaður ég hefur stundum liðið eins og ef ég mikið að hanga með honum sko ég sé svona hérna þætti með honum Larry David þannig að hvað þetta Curb Your Enthusiasm pínulítið, ekki mikið en það kemur stundum fyrir að kvartlar að mér en Sigurjón, hann þægilegur? Fyrst þú tókst nú eitt fyrir liðið en getur hann verið erfið líka? Er hann þægilegur? Sigurjón, erst þú þægilegur? Nei, ég er ekki þægilegur Nei, hann er sko langt frá því mjög langt frá því hérna sko nei, það er nú svona Sigurjón til mér hefur tilengað sér ákveðna hreinskilni og sem að þetta er að upplifa líka sem ákveði svona væðarleysi hérna og svona ef honum mislíkar eitthvað eða finnst ekki hefur ekki miklu trú á einhverju þá situr hann sjálfnast á því hann þarf að deila því ég er nú skána með þetta en dómharka var stundum mitt þing sko en ég er alltaf að læra og þroskast og hérna þannig að báður átni þægilegri en Jón líklegast aðeins erfiðari ég er bara ekki lengur sko, nei, ég er það nú ekki lengur nei. Ég er orðin er ég nokkuð dómharður lengur? Nei og hérna sko þannig að sko við erum báðið bara svona librir og jákvæðir sko. en þá er það næsta hvor ykkar tapsárari? Eru þið, við byrjum voruð eru þið eitthvað tapsárari? Ég er tapsárari ég tek nærri mér svona og honum finnst stundum sko að við höfum til dæmis unnið eitthvað þegar við töpuðum ég þoli ekki svo leiðist ég bara þoli ég hefði alveg tilningu til að líta á jákvæðileganar þú veist að það skiptir máli að maður skemmtir sér vel eða eitthvað skilur mér finnst það bara ekki við keftum einu sinni í viltu vinna milljón
Ég reyndar að það var martröð sko. Það var martröð sko. En það var líka vegna þess að það var eitthvað djúpt, við vorum á vondum stað og ég vantreysti þér svo mikið að við skítöp Já, bara þriðju spurningu eitthvað þá tók ég svar sem átt að gefa alveg það var örugglega rétt og ég sagði, getur ekki verið treyst honum ekki og það var mér að kenna, ég tek það alveg á mig sko. Já En eins og við spilum og svona, verðið þið tapfarir? Nei, ekki til í spilum ég meina, við höfum aldrei spilað ekki mikið allavega ekkert með vinum og fjölskyldu það var rosamargir spurt mig til dæmis hvort ég hef ekki spilað hættuspilið ég hef aldrei spilað hættuspilið það er aldrei spilað það er ógeðslega skemmtilegt mér ég náði ekki reglum það eru svolítið flóknir reyndar þetta er skemmtilegt spil, ég get staðfest það og á gamla sko, ég sko, þetta er svona eitt af þessum spilum, flest svona spil þarf ég að spila kannski 30-40 sinnum með einhverjum sem kalla þannig að ég náði því en að sitja einn með einhverja reglur og leskleru og fullt af fólki sem er að býða eftir ég get rífið þessu, ég get þetta ekki nei, menn þetta er eins og bara kuppa þú veist, þú tekur svona rísa legosett og svo stendur bara alltaf einhver yfir þér og ekki að fara að drífa þetta saman, það var hættu maður verður að hafa tíma og rými en þá er líka kannski engin aðri til þess að spila við sko. Nei, lennaði ekki Nei, en ég bara tapsár ég sko, mér finnst við til dæmis ekki hafa alltaf fengið sko, það er viðurkenningar sem við áttum skilið og mér er stundum sárnað og ég finna að það situr ekki eins mikið í sigur og honum finnst þetta nú alveg fínt og við höfum nú fengið ákveðna viðurkenningu og svona þó við mikið formlega fengið viðurkenningu það stundum að taka svona fyrirlistur yfir honum sko, yfir hvernig lífið sé nú ekki svona slæmt sko. En það er samt ekki gott það getur alltaf verið betra síðasta spurning sem ég spurði líka ég er að henda ykkur í sömu spurningar og ég hendi Sveppa og Pétri hvor ekki myndi vinna í slag? Hann, er það? Já, hann er svona judokappi þú ert stærri og já, ég veit að sko, ég bara ég hef sett einu sinni farið í slag þá var ég 11 ára uppleiðis það var strákur sem ætlaði að berja mig bara, og ég var alveg skítrættum ég held ég myndi alveg skítapa svo bara vann ég hann alveg svaka mikið í slag og hann fór alveg grenjandi heim til sín og það var engin meira hissa en ég sko. En það var vegna því ég var miklu stærri en hann sko. En þú hætti samt að Jón myndi hafa Jón er svona massaður sko. Ég er náttúrulega júdómaður sko. Æður júdó? Ég sko það er svo furðulegt ég byrjaði einhvern veginn að æfa júdó þegar ég er 11-12 ára og hef svona verið tengdur júdó Þetta er örglega einn af fremstu júdómönnum ég sko ég myndi borga pening fyrir að sjá þig keppi júdó ég veit ekki það væri eitthvað Hvaða belt ertu með? Ertu með belti? Já, ég sko, er það að ljúga mér? Nei, ok beltaprófið sem ég var síðast að fara, ég var bláa beltið Ok, hvað er þetta þá? Hvítt, gult, blátt? Það er hvítt, gult, appelsinu gult og svo eitthvað svona rendur á milli og svo blátt brúnt og svo svart bara svarta belti já, nei, ég á brúna belti ef ég myndi, ég er ekki að fara meira í júdó sko. Nei, ég sko líka bara maður er, þú veist, maður aðeins byrjar að eldast og ekki viljandi ekki, það bara gerist og sko, ég var að æfa bara síðast fyrir nokkrum árum síðan og þá kom Ólympíulandsliðið Póllands var í keppnisferð á Íslandi og fengi að koma sem sagt á æfingu hjá okkur Er það að ljúga þessu? Nei. Ég var að æfa með Bjarnar Friðriks og júdó júdódeild Ármanns, eða ekki? Bjarni Friðriks vann bronsverðlaun í júdó þekki til hans en þekki minnandi þín í júdó heiminum en
Ég verð bara að trúa þér. Svo vorum við hana Ólympíuleikarnir. Já. Hann er Svo kom Ólympíulandsliðið Póllands og bara hressi krakkar og fanta formi og bara hressi krakkar og það var bara svona skemmti glímur en þau voru að nota okkur, sérstaklega mig fannst mér sem bara svona æfinga eins og ég var í póki, eins og ég var svona sandpóki sem þau voru að æfa sig á og og ég var að reyna eitthvað að ná augkontakt og eitthvað að brosa til þeirra og svona en fyrir þeim var ég bara sandpóki þannig að þau voru ekkert þau voru bara svona kinkuðu kolli eitthvað svona og svo flög ég og hendist og ég man ég var að glíma þarna við unga konu og ég hugsaði strax veist, nú bara passa ég ekki vera fauti eða eitthvað svo, þetta er bara kona og svona og ég var bara virkilega að passa mig að sem sagt reka mig ekki eitthvað í hana og vera bara herramaður og áður en ég vissi að það bara var ég í svona lausu lofti ég flög og ég sá bara svona loftljósin og eitthvað og ég veit ekki einu svona hvað gerðist sko og þá var hún bara að drita sandpókum eða þú veist þetta er svona sjáðu sko þegar ég var láð þarna og mér sundlaði og ég fekk svona svimakast og ég horfði á þetta þá myndi þetta mig á hérna kallana sem að henda töskum og færiband og flugur þetta var bara svona sama energi og þarna voru við bara einhverjum svona lúðar sem að voru bara sandpókar fyrir þeim sko og þarna sagði ég við Bjarni eftir sæfingu, ég fór til Bjarni og ég sagði eftir Bjarni, ég held að það sé ekki alveg fyrir mig Þá erum við úr því sko hvort myndi vinna í slag, það er judokappinn Jón Jón vildi meina að vera líka tapsárari og erfiðari þannig að þetta er hattrik á Jón Gnarr hér í Kvorikar en aðalkeppnin er eftir því ég ætla að henda þessum snillingum í þekkið ekki og sjá hvor þeirra þekkir hvað hann betur en fyrst við skuldum auglýsingar veit ég á þessum tíma í þættunum þannig að við hendum okkur auglýsingar og svo höldum við áfram með tvíhöfða Fyrir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 og þeir eru ennþá hjá mér hérna þeir Sigurjón Kjartansson og Jón Gnarr og ennþá í bullandi gýr það stemmi ekki drengjunum eins og alltaf og sko, ég ætla að henda ykkur núna í lið sem heitir Þekki eða ekki og þá setjum við hérna undir smá fallega tóna og ljúfa gitartóna Jón Jónsson og GTRN þetta er og ég var að hlusta á það nei, alls ekki, þetta er bara svona lagi sem að tengir þennan lið og sko, þetta, ég spyr ykkur þetta er þannig, fyrst kannski það er bara hvor eitthvað vill fara út á undan en segjum til þess að Sigurjón, þú farir á undan út þá spyr ég Jón 4 spurningar svo kemur Sigurjón inn og Jón fer út og ég spyr sömu spurningar svo eigi þið að giska hvað hinn sagði sá sem að nær fleirum rétt vinnur þennan lið þá fer míns fram Ætlar þú að byrja að fram? Jú, nær sér í kaffisopa Jú, þú ert hérna svona við getum veifaðir, þetta eru svona 35 mínútur ok, 35 nei 3-5 mínútur sagði ég og þá eru við bara tveir hérna síðan herðu, loksins loksins lausi við drúðinn hann er nú meiri kallinn verður ekki brattur annars? Jú, góður þú sjálfur jú, bara, takk fyrir að spyrja bara nokkuð góður og alltaf sjá þig svona svonleis við hittumst alltaf lítið þess að dagana alltaf lítið það kannski breytist núna þegar eru konur inn í húsi það var nú gaman sem er í kaffibollanum og svona og watercooler sko taka watercooler spjallið akkurat sko ertu tilbúin? ok, fyrsta spurning er hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1 upp í 10? shit svona ef við byrjum bara, finnst þér þú svalur? á ég að segja hvað mér finnst ég svalur á skalanum og svo áttu að giska á eftir hvað Jón hélt á það sagt ég ætla að segja bara svona 5 ekki meira ég held að það sé eins safe bara og hægt annars væri maður með stærri læti sko eða of lítið sjálfsmat sko þannig þið finnst þú meðalsvalur ég er meðalsvalur samt, myndir ekki, við erum að tala um ham og allt þetta finnst þér þú ekki svalur sjálfur? bara ég er meðalsvalur meðalsvalur maður sem vaknar á mótnana ok, þá bara setjum við 5 hérna þá er það næsta hvað er mest í taugarnar á þér við Jón Gnarr? hvað mér í taugarnar og Jón mér með Jón? hvað við Jón Gnarr fyrir mest í taugarnar? það getur verið bara eitthvað sem hann gerir eða getur verið hvað sem er
eitthvað svona sem kemur Sko, ég neina orðin alveg fyrir þessu Þú veist, þegar ég sér hann á það til að þetta kvatvís eða svona á til bara svona henda einhverju fram einhverju svona sem að þú veist, á þess að vera kannski búin að tala það eitthvað ef það snertir okkur skilurðu, hann á til að vera svona tilkynna eitthvað sem við ætlum kannski ekki að tilkynna fyrir á föstudaginn eða eitthvað svona skilurðu ég skilji en þegar síðan alltaf ég er svo mikill sko, þá hugsa ég já en þetta nú bara Jón og I'm going with the flow hérna, sko. Veist, og ég er alveg hættur að geta verið pirraður á þessu sko. Já, en ég var að setja kvattvís Já, ákveðin kvatvísi setjum kvattvís hérna þá það næsta, hvað er your spirit animal eða hvaða svona dýr tengist þú mest við? Þetta ég hef aldrei skilið þessa spurningu hvað er þetta spirit animal Já, mér finnst meira svona skemmtilega kannski ekki spirit animal, er eitthvað dýr sem þú tengir við? Svona sem að minni þig á þig Vá mig sjálfan Ég ætla bara að segja svona afskaplega gamall ljón sem að þú veist nennir þessi en góður sko bara svona frekar svona Er þetta kannski meira bara svona ljón í dýragarði sem búið að temja sem bara búið að temja og er bara samt alveg svona er ekki allir góðir? Já, brosir alveg og tekur alveg hringin fyrir fólki sem er þarna Absolutt sko en er ekki hlaupandi í Nei, og ekki grimt sko Nei, gamall ljón, mjög gott svar Þá er það síðasta, hvað hræðistu? Hvað hræðist ég? Hvað hræðistu mest? Já hvað hræðist ég mest? Mér mistum mig bara þetta basic bara mjög hræðist náttúrulega að eitthvað gerist agalegt fyrir mína nánustu Já, en við tökum það út fyrir það því ég hef alltaf sagt að mig ekki tengjast fjölskyldum Svona, ertu hræddu við kóngulær eða ertu hræddu við hæð eða er það eitthvað sem þú svona hræðist þeim mann? Ég er mjög loftræddur sko Loftræddur? Já, ef ekki segja það bara vera, þú veist ég hræðist mest að vera bara að vakna einn daginn, einn morgun einhvern tímann bara hangandi einhvers staðar á einhverju rosa mikilli sillu þú veist, og ekki safe, heldur bara svona verandi alveg að detta út af alveg að missa takið bara ég hafði greinilega sofið þarna eða eitthvað hlutis á einhverju sillu það sem alveg þvertnýft niður og ég myndi deyja, ég myndi detta niður og ég er ógeðslega loftræddur og það er ógeðslega erfitt að komast upp þetta er bara stærsti ótti og sittir hérna loftræsla þá fáum við Jón inn og þá þarf þú að hoppa aðeins fram gekk rætt og vel, já, hann var hreinskilinn og góður og þá fær Jón sömu spurningar núna getur þú nýtt tíman Jón, og hugsa það sem ég var að spyrja þig þá getur þú að hugsa hvað ætli Jón segi það sem þú varst að segja til að vinna stíðin þannig að þú græðir aðeins á að vera undan herðu, hvernig ertu Jón? Ég er svona þokkalega alltaf saman svarið sko, þetta Nú er já ekki allt í lagi svo leiðilegt veður það við nú rætt það nokkur sem þetta er að næsta sem þú færið þú ætti að spyrja eitthvað bara hvernig ertu veist það ég er bara ekki nóg góður nei, herðu, ok mér langaði bara ég er góður sko. Fyrsta spurning og ég er spenntur að heyra hverju svara hérna hversu svalur finnst þér þú á skalanum 1 upp í 10? Hversu svalur? Já. Ég myndi segja ég væri svona á góðum degi var ég 7,5 7,5? Já. Finnst þér þú svalur? Já, svona nokkuð sko. Já. Mér finnst svona ég myndi segja þau svona heilbriða sjálfsmynd sko. Mér finnst ég svona góðu kall sko. Já. Svona hérna og núna þegar snjórin var sko þá var ég mikið að hjálpa fólki finnst þið svalt að hjálpa? Mér finnst það, líka bara þú veist margir sem vilja fávitar kunni ekki að keyra og ég bara svona sína fólki þú veist, það þýr ekkert að spóla sig út úr skaflið þú þarf að gera svona rólega bakka og jugga svona og hérna bara ekki vera fáviti skilur og bara svona og klappa svo baki á fólki og
og lappa svo svalur í burtu 7,5 og klappa mér líka aðeins á baki, það er góðu og það hjálpa þessum hálfvita góðu maður þá er það næsta, hvað fyrir mest í taugadrátt þér við Sigurjón? Hvað fer mest í taugarnar á mér við hann sko hérna sko kaffi filósófían hans finnst mér oft. Hvað er það? Hann er alltaf með skoðinir eitthvað á kaffi sem endar alltaf á því að honum finnst best svona mömmu kaffi bara úr svona heimabruggað svona uppáhællingur já, það er alltaf best og ég bara, þú veist og hérna og þú veist, við förum eitthvað kaffihús og þar er, þú veist, almennilegt kaffi sem sagt úr espresso vél og eitthvað bara rosa flóta baunir og svona, hún finnst þetta ekkert sérstakt og hérna þetta fyrir mest í taugarnar og hérna sko já, þetta pirrar mig kaffi filósofi setja hér þá er það næsta, hvaða dýr tengjuru við? Hvaða dýr finnst þér svona líkast í jóningnar? Eða, þá er ég ekki að tala um útliti, heldur bara svona hvað, já fyrir mig? Já, hvaða dýr tengjuru við? Sko, ég á svona spirit animal já, það er akkurat sem að er að meina það er sem sagt maur okay. já, ég er með sko tatt já, herðu það, er maur á henduna þér já, ég hérna maurin er mitt spirit animal hann er duglegur já, ég er sem sagt vinnumaur ég er ekki svona maur með svona einhverja stóra bit kjálka ekki svona herrmaur ég er svona vinnumaur ég er bara alltaf ég er alltaf eitthvað að þú veist, ég er að taka úr vél, ég er að setja í vél ég er að fara út með hundinn og hérna alltaf eitthvað í gangi sko og hérna og sko ég minnst gaman að segja að líf mitt sé eins og fiskabúr alltaf eitthvað alltaf eitthvað nýtt að gerast líka því að minnið þitt er það ekki það nú er að þú ert með ADHD já. Það er svo sagt sko já, hefur þú heyrst ég hef heyrst þá er það síðasta, hvað hræðistu mest? Ekkert tengt fjölskyldu bara svona er eitthvað sem þú hræðist? Já, sem að ég er sko hræddur við sko, ég er vassræddur sko. Er það máli? Já, ég get ekki verið sko svona fyrir mjög auðveldlega að líða illa ef ég er í vatni þar sem ég næ ekki ná botn. Ertu lélegur sundmaður? Nei, ég er ágættur, ég kann skriðsund sko. Þegið sko það sem ég svona kannski þú veist svona einhvern veginn að stærsti óttinn minn er líklega einhvern veginn að sko einhvern veginn lendi í aðstæðan sem ég veit ekki hvað ég á að gera ég er með svona transition fóbíu mér er svo erfitt að vera í svona transit ég get ekki slakað á til dæmis á flugvöllum flugvöllur er bara svona limbo ástand fyrir mér ég er ekki almennilega lentur fyrir en ég kom inn í bílinn fyrir utan flugvöllin þið líður illa á flugvöllinu saman þá svona þá er ég komin í gegnum þetta og stundum er ég svo stressaður að ég gleymi að ná í farangurum minn og vilt bara komast út já, að mér líkur svo á að komast út sko. en tengist það þá líka bara eins og að skiptum símafélag skiptum nefn hættu allt svona trans ég er allt svona millibils ástand og til dæmis sko ég fæ svona hálfgert panikatakk til dæmis ef að ég er sko ég get ekki verið til dæmis að tala við fólk í hurð bara plís til ég að því að mér finnst þetta svo óþægilegt að því að maður veit ekki hvort maður er að koma eða að fara óþægilegast af öllu ef að ég er að koma út úr bílnum mínum og einhver kemur, nei blessaður og stendur þannig að ég get ekki loka hurðinni þá
þetta finnst, ég get ekki einbeitt mér að samræðum, ég segi bara já, nei, já, algjörlega já að ég vil bara drífa þetta af til ég geti loka hurðinni, þá það sem sagt, þetta bara eins og minnst þetta einhvern veginn sama á að klippa í bíómynd, hvað ætlum við að klippa hér, sem sagt, hérna klippum við og þá byrjum næsta atriði. Og þetta erfitt með að vera klippari? Já. Ég, mér finnst þetta svo óþægilegt, sko. Þá var það vastrættur og transaktsjól ef hann segir annarkort. Já. Herru, þá þurfa hvert fór okkar besti maður, hún í kaffivillinni þetta? Já, hún gerir nú bara vatn, sko. Hún gefur þið prýðisgott svona svoði vatn. Vertu með, þú ert hluti hérna af heild, Sigurjón. Herru, mætir hann, fáið úr því skorið. Já. Sko, þá setja hérna upp skorboard, það er J og S og sjáum við hvor ykkar þekkir hinn betur. Ég ætla að byrja að spyrja þig, Jón. Ég spurði Sigurjón Kjartansson, hversu svalur finnst þér þú? Hversu svalur finnst honum hann á skalanum 1-10? Hvað heldur hann að sagt sagt sjálfan sig? Ég held hann myndi segja hann væri svona solid 6. Solid 6, þú veist nálægt í, hann sagði 5. Hann sagði að verið 5. Ok. Hvað að vera bara svona ekki of mikil látur og ekki of lítil látur. Aha, einmitt. Þá spyr ég þig, Sigurjón, hvað sagði Jón Gnarr við sömu spurningu? Hversu svalur finnst honum hann? Jón sé alveg. Já, Jón hefur, ég myndi segja alveg 6, sko. 6, hann sagði 7,5. Já, góður. Já. Þannig að það er ekkert stig í hús. Já. Og við förum í næstu. Sigurjón, ég ætla að byrja þér núna. Ég spurði Jón Gnarr hvað þið mest í taugarnar við Sigurjón, hvað heldur hann að sagt? Hvað, er ég að segja? Já, þú ætti að svara. Já, alltaf sé ekki stundum svona hann sagði það eitthvað við mig, sko, hann fannst ég og svona, hvað var það betur? Svona dótti betur Ómálefnilega. Hvað var það? Ég man ekki nálega en það var eitthvað svona ég væri dálítið svona fastur fyrir eitthvað svona og stundum dálítið svona aðeins of Þrjóskur? Já, og ekki svona ekki alveg til í ýmislegt, sko. Nei, hann sagði að það væri kaffi fílasófía þín. Þú getur ekki verið á góðu kaffihúsi, þú setja alltaf töðadifi og vilji bara svona... Já, bara fáum gott kaffi og þetta er ekki gott, alltaf heitt eða alltaf kalt eða eitthvað. Þannig þá veistu, það fyrir mest í töðadur á Jóni. Ok. Þá spyr ég þig, Jón, hvað heldur að Sigurjón hafi sagt? Hvað fyrir mest í töðadur á Sigurjóni þegar kemur að þér? Mest í töðanar? Já. Ég veit, mér grunnar svona hvað segir þú símtöl stundum hringi ég hann og bara svona, hvað segir þú? Hvað er þetta? Er þetta svona langað að heyra röddina þín á símtöl Það er mjög oft sem að kemur með svoleiðis símtöl. Það er ekki með neitt erindi. En Sigurjón sagði hvatvísið þín. Já. Stundum búin að henda bara einhverju í lofti sem að þið ætluðu kannski að ræða eins og þá komið tilkynning frá þér bara ekki búið að fara yfir það en hann segir samt að fyrir ekki það mikið töður að sýta, hann segir svona go with the flow þegar að kemur á Jóni. Já, það er einmitt, hann er ekki einn þetta, sko. Þetta, fólk hefur kvartað yfir þessu. Já. Og það er eitthvað stundum líka bara er eitthvað svona sem er svo briljant og ég hlakka svo til og getur ekki setið að þér beðið að pakkar upp en ég reyndar einmitt tók það fram I go with the flow. Já, nákvæmlega. Herru, það er ennþá 0-0. Þá spyr ég þig, Jón, hvað dýr tengir Sigurjón Kjartansson við? Hund. Nei, það var gamalt ljón. Nú, ok. Já, þannig að ljón hefði verið rétt en ekki hundur. Ok. Það var ekki réttur það. En ég spyr þig, Sigurjón, hvað er svona spirit animalið hans Jóns Gnarr? Jón með eitthvað svona voða spes antilópa eða eitthvað. Sko, ég skal gefa það vísbendingu svo komið kannski eitt stig. Hann er með að tattúverða á handlegginu á sér. Ég bara
Það er krassmerkið hérna að tattur að þetta já, hvað sportriki? Nei, hvað er þetta? Er þetta maur? Já, Okay. hann tengir mest við maura. Já, það er svona alltaf eitthvað að sýsla. Alltaf eitthvað að sýsla. Já, En þeir eru svo miklar hópsálir, þeir eru alltaf saman að gera þetta. já. Engin einn maur sem er eitthvað sýslandi út í hotni. Sko, Hefur verið að pakka það saman hérna, einn Jón? lítill maur er náttúrulega alltaf hluti af heild. Já. Ég er líka, ég hef svo ríka sko svona múkstilfinningu að vera hluti af heild. Mér finnst það svo gaman, ég er hluti af heild af því ég er með Costco-kort. Ég er hluti af samfélagi, ég er hluti af heild á Facebook, ég er hluti af heild á Twitter og ég er hluti af þjóð. Ég finnst það svo mikilvægt. Það var það síðasta spurningin. Og ég er Apple-maður, skilur við. Hluta þeirri fjölskyldu. Við kingum kolli. Já, þegar þið hittist. Það er eins og ég og Isuzu Trooper. Nákvæmlega, já. Trooper samfélagi. Ég er víst að því miður að detta út af því samfélagi. Já, ok. Hvað hræðist Jón Gnarr mest? Sigurjón, ég byrja á þér. Hann Jón, Já, hann hræðist náttúrulega mest að vera stökk einhver staðar á sundi og það er að koma hákall og hann er að fara í étan. ég ætla að gefa það rétt fyrir þetta. Hann er vassræddur. Hann vil ekki vera eitthvað staðar sem bara næri ekki niður. Nei. Fyrsta stig í hús. Já. Þannig að Jón, ef þú nærðist ekki þá er Sigurjón sigurveri í þessari keppni sem að svona með við hvor ykkar að þá ert þú tapsarur þannig að það verður leiðilegt að senda þig hérna fúlan út. Sáran. En þú getur jafnað. Hvað er Sigurjón hræddastu við? Hvað er Sigurjón hræddastur við? Já, ég hefði nátt að velta þessu fyrir mér einmitt þegar ég fekk þessa spurningur sko hvað er hann sko, ég myndi náttúrulega svara í gríni sko Sigurjón hræddastur við að vera farþegi í bíl sem ég er að keyra. Það er góður þessi. Já, hann sagði einu sinni við mig að sitja í bíl með þér er eins og að sitja í bíl sem rennur bara stjórnlaust áfram. Já, það var illa sagt sko sko ég veit það ekki. Loftræðsla. Já, ég fyrir að hann er loftræddur. vakna sem sagt á einhverju sillu einhvers staðar og vera alveg að detta og komast heldur ekkit af sillunni og það er bara ræðilegt sko. Já, tengdum bara við loftræðslu. En drengir, það er Þannig að ég búið tapaði þessu. Þú tapaðir þessu. Já, En mjótt og munum samt. þetta gæti ekki verið jafnara, það munið að breynust í. Sannur heiður að fá okkur inga, drengir, takk fyrir að gefa ykkur tíma. Bara heiður að koma sko. Já, og við minnum á hlaðvarpið, það er bara dottið í hús, það er inn á tal.is og bara tekkið þið á Allt því. að gerast, Já, Við bara grátbyðum ykkur. Gerist áskrifendur. já, ég mun gerast áskrifandi bara í dag. Ég veit að kona mín er búin að kaupa áskrift, en það hlusta hann alltaf á okkur. Og við kaupið ekki bæði áskrift. Þú ert ekki að hlusta hjá henni sko. Við kaupum bæði og við verum með þess að það lojal, við erum bæði með áskrift af blöðkastinu. Jössi, snillíka maður. Já, en drengir bara, og hvenær er fyrsti þátturinn á X-inu? Já, Fyrsta hitti, byrja hann. kemur, við erum að tala um 2. mars að fyrsti svona beini þátturinn á X-inu verði. Já, þá er beinni útsendingu. Já, Er það að hita upp fyrir páskana? Hittu fyrir og páskana. síðan erum við að tala um að fyrsti svona alvöru podcast þátturinn á hlaðvarpinu verði 15. núna, februar. 15. februar. Já, þeir bara 2 Það er svo margt sem var að gerast maður Já. En svo er til fullt af gömlum Já, það er komið inn. núna inn. Já. Sem ég dýrka. Yes. Drengir, hafið það gott, eigið góða helgi Eru sömulegis og takk fyrir að Sömuleiðis. koma, mennsku bestu. Tvíhöði mættir með podcast inn á tal, Sturlaður, við ætlum að henda okkur í auglýsingar og höldum svo áfram með veisluna hér. Held ég þeir að hlusta hér á FM 95 Blöð á FM 957 og
og já, við þökkum tvíhöfð aftur kærlega fyrir komuna og eins og ég sagði áðan byggistu við afsökunar á að lagið var aðeins og hátt þarna inni af því að koma inn eftir á. Já, vonum það ekki að kenna mér þetta er ekki 10 ára tökunum sko. Nei, þetta skrifast ekki beint á ekki á blöðar, ekki í þetta skipti sko. Ég veit að ég skýt það er gaman að skrifa þetta sko. Já, en það er bara ekki hægt í dag. Nei. Vonandi verður hægt að laga þetta fyrir netið en ef ekki þá bara vonandi getur fólk nú samt hlusta. Já, það var smá vesen þegar lagið fór upp. Já. En ekki það, við drengirnir erum í bullandi gýr hér og sko, við ætlum að koma með svona netta tilkynningu í dag. Já, þetta er ekki svona skilur risatilkynning eins og við höfum verið með, en þetta er tilkynning. Já, þetta tengist blökkastinu. Fyrir þá sem er að hlusta á verið áskrifandi blökkastins að þá höfum við verið með þar dagskrálið sem heitir Bucketlistin og múin að vera með það í rúmt ár. Ætlar að fara í þá tilkynningu? Já. Þá er þetta risatilkynning. Já, það sem við ætlum að byrja núna á í febrúar er að við ætlum að, já, þetta er ekki þetta eru basically sjónvarsklippur. Þú veist, ég myndi segja þetta að vera bara sjónvarstættir. Þú veist, þetta er míní þættir. Ég menna, við erum búin að vera þeir sem eru búin að vera subscribers frá því byrjun að fylgst með Bucket umræðinni. Ég kom með 29 hlutiðaninn, blöð 30 Steindi 29, við erum allir hann að svipaðir. Basically, núna í febrúar ætlum að byrja, fyrsta verður tekið í febrúar, við ætlum að byrja að mynda og reyna að gera sem mest af bucketlistanum. Já, maður haki í þessi box. Og setja það í mynd. Já, og það fyrir allt inn á FNI.is. Sem svona nettan sjónvarstátt að sem menn haka í sína hluti. Eina sem ég að renna yfir minn, sko. Þú getur ekki gert þetta. Við erum eiginlega að fara að drulla okkur til Ég vil að fara erlendis eða Nei, já, við erum að fara til Maldís eða Gríklands á Luxury skemmtibaraskip. Hvernig ætlar að gera? Það er ekki hægt að gera. Þú ert álur vistlaðið á mínu lista sko. En að renna yfir aðeins, renna yfir hvað ég get gert. Eigum við ekki bara, ef ekki að tilkynna hvað er fyrst? Jó, en þinn listi sko, það er bara að setja ykkur rugglaðast. Opna fyrirtæki. Hvernig ætlar að gera það sjónvarpsþátt? Það verður frábær sjónvarpsþátt. Frábær sjónvarpsþátt. Já, þú ætlar að byrja á haki sem er á þínu lista. Við ætlum að gera það núna í febrúar að Steindi vildi byrja að æfa bardaíþrótt. Já. Og það var á bucketlistanum Hvað er það hérna höfður Já, það er á bucketlistanum og það er búið að læna upp og þú ert að fara á karateæfingu. Já, ég ætla basically að byrja að karate og það er svona fyrsta, ég hugsa ekki sko, mér langar í belti. Já, það var nummer 2 hjá þér. Já, þetta kom snemma. Við þurfum að edita þetta eins. Þú varst með klára belti í bardagíþrótt. Það er ekki ár. Klára ekki neitt. Ég edita það bara í að taka æfingu. Nei, það var að byrja að æfa bardagíþrótt. Svo líka belti. Þú bara lítur að vera með þetta. Já, ok, en það stendur alltaf hérna. En ég peppi þetta. Kannski gengur það vel á æfingu hjá þér að þú enda með belti. Já, mér döðlangar að gera þetta svo verð og þetta er ekkert grín og bucketlistin sko er í rauninni allt sem er á mínum bucketlista er eitthvað sem ég langar að haka í. Þú veist, ég kottum með random 3-4 læra á píanó. Já, mér langar það. Safna skegg í heilt ár. Það er erfitt að mynda. Læra að syngja, taka rjómatert og skellunum framan í einhvern. Það var álur þáttur sko. Mér langar að gera það. Hætta að nota nikotín. Leðilegur þáttur. Halda nýr í andan með 500. Fara heilsuhæli erlendis. Læra fingrasetninguna til að geta skrifa hraðar. Þetta er bara svo þetta verða 3-4 þættir. Það er svo að segja eitthvað aðeins sko. Mér fannst þess að þetta fara í game. Ég veit ekki alveg með hvernig, ok, númer 19 hjá þér. Fara í game. Það er líka eftir 20 ár. Það er mikið budgetið. Nei, það er eftir 20 ár. Nei pröfa að vera með listasýningu en þá voru að fara að mála eitthvað. Já, ég get alveg að fara að mála. Mála er búa til einn tölvuleik. Ég þakka að skæta það léttara hjá mig. En sko, eina sem buggaði mig því að við erum búin að ákveða svona fyrstu 2-3 sem við ætlum að taka upp. Við byrjum á kartæfingu hjá Steinda sem kemur inn þá bara núna í febrúar í mynd í blöggastinu og svo vildu þið að þið breyttu mín eða því að þú ert með margt mjög sjóna svæmplu. Þú ert ekki rugglaður. Við verðum að taka hestin sko. Læra að drekka viski er álur þáttur. Ég menna fólk margir sem vilja fyllibittur sem eru hlusta sem vilja læra að drekka viski. Ég seti bara að drekka viski í heila sjónvarpsþátt. Þetta eru þannig þættir. Kennslu frá okkur meistara, útskýri fyrir hvernig að gera þetta. Fólk lærir. Það er gaman að sjá líka ímynda hvernig þátturinn þróast hefur bara búið með nokkur viskiglu sko. Lífa fjall erlendis, ég veit ekki með það Þeir ætla að taka þetta í mass. Þeir eru basically hans búin að breyta um því ég sagði þetta, mér langar að það er á bucketlistum að vera á hestbaki alveg á 1.000.000 með fjall mér á vinstri hönd eða hægri hönd, skiptir ekki máli í rigningu og bara 1 á 1.000.000 hestunum með síkó. Já, en þú bætti því, ég hef aldrei reykt. Editum þetta frá á 1.000.000. Þetta er meira svona, þú lappar í róliheitunum. Já, veistu hvað, það verður sorglegt. Það er ekki það sem ég er ég nenni ekki að það sé bara einhver að temja mig við hliðina á einhverju fjalli í grenjandi rigningu. Við förum í grenjandi rigningu og slappi upp í Mosesdal. Já, það er bara, við getum valið hvaða dag sem er vikunar. En sko, á listanum er bara hlaupum á hest hliðin á fjalli.
stendur Já, ok. Þannig að þú veist, þetta er ekkert nákvæmar en það stendur ekki rigninga, viltu hafa rigningu? Já, hann sá fyrir sér En það er bara ákveða dag og það er ekki rigning Ég sá þetta svolítið fyrir mér eins og atriði Ég er ofan, í Legends of the Fall. Gallabú sem ber ofan Já, þess vegna Það er hrista sig yfir því Já, nei, mér er alveg saman hvað fólk gerir. En hérna En ef þetta er alltaf inn orðið þannig ég sé bara hérna hjá Esjun eða eitthvað gaur að temja mig, það er ekki bucket list. Nei, það er engin temjaði fyrst mér. Mér finnst að þú eigi sjálfur að vera á hestur. En ertu að rider? Nei, ég er nefnilega ekki að rider. Já, þetta er Þetta hesturinn finnur að það er aumingi á sér. Hann finnur strax að það er aumingi á melli kastur og maður. Sko, ég er bara mitt í mass, ég get tekið 2-3 tíma. Þetta er bara eins og setja undirbúða fyrir kvikmyndafundar. Ég lendi eins og í því stafar. Ég er dottið að baki, sko. Þetta er stór hættulegt. Hesturinn fannum á aumingi. Já, sko, ég var á svona eldara sem er, þetta var gamall hestur 30 vetra gamall hestur eða eitthvað og eina sem hann gerði var að elda hestin fyrir fram að sig, því hann rataði ekki neitt og það var svona, þetta var hestur sem setur krakkar á, sko og ég fæ þann hest og síðan erum við aðna og ég er stungin af það er bara ég sé bara strákana bara svona hverfa og ég reyna að öskra og kalla og verður ógeðslega hræddur hesturinn fann það leið, sko og svo beygir hesturinn eitthvað hann náttúrulega er alltaf ekkert at that point, sko og nakkurinn sem ég glemt að festa betur ég fer svona hliðina ég snýja hliðina og ég er á hlið á hestinum og ég horfi í augað á honum ég horfi bara auga á Hvað, hann bara meitt auga? Já, nei, hann er með bara þeir eru með sikkur megin á rísa höfð, sko þú sér aldrei bæði augun á honum þú voru að læra hestana, sko herru, og ég er bara á hlið ógisla bara, hann er að spretta Var hesturinn hlaupa áfram hann var samt að horfa í andlit á þér ég horfi bara í auga Ég er ekki bara að gera þetta á bucket listan svo rulla ég af honum marga hringi, ég er bara heppin að hafa ekki slasast alveg, sko svo fór ég á ballum kvöldið og skemmt En ég er með, til dæmis, nummer 14 með sem er svipað koncept og blöðan en ég er búin að skemmtilega rúnda á að Camel og skoða píramidana með cold refreshing beverage. Já, þetta er bara sama koncept og blöð. Sama koncept, við getum tekið mitt upp á morgun. Ég er með píramida, ég er með beer, með rigningu og hest. Það verður nú eitthvað budget í þessu. Við hljóttum að geta að fara allavega eina ferði. Budgeti, ef þú ætlar að gera eitthvað sem Egill ætlar að gera, það kostar nokkra milljónir. Nei, það? Já, fljúa til Egyptalands eða fara til Maldives eða fara í engaþóttu eða vera á snekju engaþóttu þáttur að vera í röglunu hann mun aldrei gera en Egill þarf að fara að taka smá sko, að því að við verðum örgulega með bucketlistan á mándaginn en við þurfum aðeins að gýra okkur niður í þessu lista sko. eða bara búa til nýjan lið sem heitir bucketlistin á Íslandi það er svo hægt að gera eitthvað að þessu en alltaf þetta er að koma á podcastinu miklu fleira að koma þáttur frá Tenerife sko að búið auður með einu enni er búin að vera sveittur að klippa og ég spá bara svona 11:00 á morgun laug fólk er að reyfa sig og ég fari gimmið og eitthvað fínt launch og kemur auka þáttunum frá Tene með þér, Hjöppa og Kolb fríð bara freskir og svo ætla ég að hendina auka þetta mánudagsrakar með Gunnar Nels hann er að stíga hringin og við fórum alveg yfir karti frá A-tölu allt að gerast og talandum allt að gerast þá komum út nýtt lag í dag með Idol dómarun það er Idol í kvöld á stöð 2 Herra Hnetusmjör og Frikki Dór með vinn við það þetta er geggjalag þetta er lagi sko FM 95 Blu í samstarfi við Dine Out og Loop Jalapeno Lime Merch. Hárrétt þeirra að hlusta FM 95 Blu hér á FM 957 og drengir, klukkan er bara að verða 6, þetta er fljótt að líða maður og það er eiginlega bara komið að lokum hér hjá okkur og við með þess að sko eigum inni klefa og sturlar og já, við eigum inni, við tókum ekki alnafnan nei, alnafnin verður bara næsta föstudag og róðum ekki að gera já, en líka Sigurjón og Jón geta talað og gaman að fá þá þeir getur bladrað í líklega svona 6 klukkutíma ég er líka mjög peppaður að þessu byrjar komnir í The Pod Game og hérna ég verð ekki lengi að sign the fuck up hjúvillig gaman að hlusta á ég geti hlusta á að tala bara í svona 12 tíma dag já, þetta eru snillingar sem eru komnir inn í podcast heimtal og við mælum með tjekkið á því en drengir, hvernig er helgin? Ég náttúrulega veit hvernig helgin þín er Steindi, hvernig er hjá þér? Ég er nú bara á sýstiðina í mælingu í fyrramáli Sýstiðina kom í mælingu? Já, María Blöð kemur 9:30 ok, hún var ánað og skulle vera auglýsað það í jút og ég er aðstofan sem er vel gert
Og síðan hérna bara, ég svolítið bara á haus í vör sko, alltaf ég fyrir frí og bitnar á mér því ég vinja sjálfur mér og þá kemur skellur eftir fríð. Þannig að skuldaru. Já, basically svolítið þannig og Tiny Little Mansweats held ég með eitthvað gríslingaamál á morgun og... Já, ég er að fara sko, ég er nefnilega að fara í frændi minn svona sýsti minnar. Nei, Ísak frændi, hann á ammali á sama tíma og Svessi með sitt sko. Já, þannig að ég þarf að vera í Mosó á sama tíma. En ekki það, við erum nú leiðin í Reykjanesbæ á morgun við Steindi. Já, reyndar, mikið seinna. Já, á Lux og við verðum með grúppir í fyrsta sinn, konur alltaf með okkur. Já, það er rosalegt. Já, sko, við ætlum bara að breyta sér alvöru partíðan á Lux í Reykjanesbæ. Sko, málega er að við erum að fara að spila á Lux og við sko, það er svolítið sjálfgeft að við tökum skemmtist að gig sko. Já, sko, þetta verður alvöru partí sko. Já, við ætlum líka bara að fara á tabarsbarinn og eitthvað undan og mæta bara í gýr og vera í allsherja partí í Reykjanesbæ. Basically að gefa Reykjanesbæ alvöru sjó. Mæti bara ofurölu, þetta er að vera með skekkjuna. Ég get Þannig að við sjáumst á Lux annarkvöld. Öllu til tjálta. Ég held að sé ekki uppselt í fórsölu en verður það kannski í kvöldið á morgun. Það er ekki margir miðar í boði, hvað tekur svona staður? 300 manns eða eitthvað. Þetta er nú verður ekki mikið miðan, en þetta er á Tix. Já, en eigiði góða helgi kæru hlustendur, við verðum mættir í blökkastinu á þriðjudaginn, annars bara á föstudaginn eftir viku. Takk fyrir okkur í dag og drengir, takk fyrir daginn. Já, takk svo mjög. Og enda þetta á Sam Smith, I'm not here to make friends. En ekki hverjum. Já, rosalegt lag.